og fjölskylda. Ástkæri eiginkona mín, móðir okkar og tengdamóðir, Lárdóttir, 1933, Neskaupstað, lést föstudaginn langa, Egill Arnaldur Ásgeirsson, Vilborg Egilsdóttir, Gunnar Páll Halldórsson, Þórunn Egilsdóttir, Guðjón Guðbjartsson. Amma mín ólst upp á Lækjarhvammi í Reykjavík, en afi minn í Finnbogadhúsi. Tún þessara tveggja bæja lágu saman, svo segja má að þau hafi alist upp á nánast sama blettinum í Reykjavík. Ætlaðir þú það eitthvað það? Ég veit ekki á. Úttekt þar sem í ljós kom kaupmáttur ungs fólks á Vesturlöndum hefur ekki vaxið í takt við kaupmáttaraukningu þeirra sem eldri eru. Einfaldasta skil. Við settum upp símgana. Já, 40. 13. júni. Ég veit ekki hvað það sé hérna. 13. júni, hvort það var 50 eða 49. Veitu hvað segir, 13. júni var hvað? Nei, það hefur ekki verið það. Nei, hvað það hefur verið 50. Ha? Já. Og svo var hérna, svo giftum okkur 51. Já. Og það var 31. ágúst. Já. Og þá var Bertaskýr. Og Bertaskýr? Já. Ekki þennan dag, en altså þegar hún fætt, sem sé 53. Amma veit þetta miklu betur en ég. Já. Sigurður er fætt 55. Svo er Einar fættur 58. Og svo var litli bróðir 60. 1960, Ragnhildur 61, Guðbrandur 62, Ingólfur 63 og Sveinn 65. Mammaðinn 69 og Matthildur 76. Svo bara kom ekki fleiri börn. Afi lærði dýralækningar í Kaupmannahöfn á árunum 1952 til 58. Eftir að þau hefðu flutt aftur heim, fékk afi stöðu héraðsdýralæknis á Suðurlandi, svo þau fluttust á Selfoss með börnin 3 sem þá voru komin. En embættinu átti að fylgja húsnæði. Aftur á móti sagði Ingólfur Hellu sem þá er ráðherra og þingmaður og útsetaði þessi embætti. Já, og sjálfstæðismaður. Og sjálfstæðismaður og allt það. Láti ykkur kring. Og ráðherra. Þetta í hug að láta ríkið kaupa yfir ykkur. Því þá getur verið að ef eitthvað kemur þá sætir maður bara á göttunni. Já. Já, það var... Og svo við byggðum þetta hér. Já. Og fluttum hér inn Já, svo í sástu júli 1963. Og það er Ingólfur sem telur það. Og svo var það einhvern tímann að ég var að koma, hefði verið fyrir neðan Suðurlandsbrautina, altså fyrir norðan. Það er einhvern djöfull að vera að gera það, ég meina ekkert hvað það var. Og ég er að hlaupa heim í Finnbogadhús, en þá er Einar í Lækjarhvammi. Þá var hann að gera við girðingu hinn með skurð sem var, og var sem sagt á Lækjarhvammstúrinu að gera við girðinguna. En ég fer upp eftir Finnbogadhústúrinu bara hinum megin við skurðinn. Og þá kallar hann til mín og spyr hvort að ég vilji vera hjá sér í sumar. Og ég held að ég hafði strax svarað já, þetta var spennandi og vorum að þvælast þarna allt sumarið meira og minna. En ég þarf að spyrja mömmu. Og hún sagði já, ég er bara ennþá í Lækjarhvammi. Og ekki nú með það.
Hún var þetta stjórn með stjórn. Hún Tóta mín Tóta hefði þetta komið. En þetta er búið að vera gott. Ég satt að nokkurn veginn og þó ekki nokkurn veginn óbregnað að þessi lækjafarþvist mín, hún var góð og ekki skadaði heimasadal.